Lagt til að félag í eigu sveitarfélaga á Norður- og Austurlandi kaupi Grímsstaði á Fjöllum og leigi Hwang Nubo til 40 ára. Áætlað að fjárfestingar hans á Grímsstöðum nemi 20 milljörðum króna. Hlutafélag í eigu sveitarfélaga á Norður- og Austurlandi kaupi 70% af Grímsstöðum og Fjöllum samkvæmt tillögum sem lagðar verða fyrir ríkisstjórn. Nefnd ívilnanir vegna nýfjárfestinga á Íslandi hefur afgreitt erindi Hwangs Nubo uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum. Atvinnuþróunarfélögin í Eyjafirði og Þingeyjarsýslu hafa skilað útfærslu á því með hvaða hætti sveitarfélög á Norður- og Austurlandi geti eignast land á Grímsstöðum og Fjöllum í því skyni að leigja það kínverska fjárfestinum Hwang Nubo. Samkvæmt heimildum fréttastofu þar lagt til að sveitarfélögin stofni hlutafélag sem kaupir ríflega 70% af hlut jarðarinnar. Sveitarfélögin sjálf leggi til eigið fé við stofnun félagsins en ekki gert ráð fyrir skuldsetningu eða ábyrgðum sveitarfélagana tengt kaupunum. Meðal þess sem lagt til að íslenskt félag Hwang Nubo leigi landi til 40 ára og greiði leigufé fyrirfram. Kaup sveitarfélagana á landinu verði þannig fjármögnuð með fyrirframgreiddri leigu. Rík áhersla er lögð á að eignarhaldi verði óumdeilt í höndum kjöruna fulltrúa af Norður- og Austurlandi. Hwang Nubo hugðist kaupa umrædda landareign fyrir tæplega 860 milljónir króna á sínum tíma en var synjað kaupin af stjórnvöldum eins og kunnugt er. Í heildina áætlað að fjárfestingar Hwang Nubo á Grímsstöðum verði 20 milljarða króna og verkefni skapi 400 til 600 störf. Nefnd veitingu ívilnanna vegna nýfjárfestinga hér á landi hefur nokkuð skeið haft til umsagnar beiðni Hwang Nubo uppbyggingu ferðaþjónustu á Grímsstöðum. Heimildi fréttastofu herma að nefndin hafi afgreitt erindi frá sér síðastliðinn mánudag og niðurstaða nefndarinnar sé jákvæð. Allt þetta mál, afgreiðsla ívilnunarnefndarinnar ásamt skýrslu atvinnuþróunarfélagana kaupin á Grímsstöðum verði síðan lagt fram á ríkisstjórnarfundi á föstudag.